Komið sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja Magazín. Við heilsum héðan úr blíðunni í Grindavík. Það ekki búin að vera mikil blíða síðustu dagar hreinlega við Grindavík og frekar svona ólgandi fréttir. Við fórum á íbúafundunum og ætlum að sýna ykkur innslag frá þeim magnaða fundi þar sem að yfir 1000 manns mættu. En við hittum líka kallana hérna við höfnina. Þeir voru á línuveiðum hérna út frá Grindavík. En við fórum líka í Keflavíkurhöfn og skoðum þar nýtt háhýsi, glæsilegar íbúðir. Við erum aðeins að skoða fasteignamarkaðinn. Komið með okkur í Suðurnesja Magazín. Það er örugglega margir sem að búa við ótta og kvíða vegna þessara mála, þessa ástands. Hið óþekkta veldur kvíða, þess vegna var mjög mikilvægt að halda þennan fund og reyna að upplýsa okkur öllum það sem að dunnið hefur á, ef svo má segja, hvers má vænta, hver verða viðbrögðin og hvað við gerum til þess að minnka áhættuna. Vonandi verða ekki jarðeldi hér uppi, litla líkur á því, en okkar frábæru vísindamenn munu upplýsa okkur þetta betur. Við þurfum að halda vel utan hvert annað og ekki síst að passa upp á börnin okkur og ungmennin. Og verðum að reyna að fylgjast með þeim upplýsingum sem að fyrir okkur eru bornar og okkar færasta fólki. Það er aldrei auðvelt að bíða eftir því að eitthvað kunni að gerast og við höfum að því nokkra reynslu Íslendingar að fást við almannavarnir, að fást við viðbrögð við því þegar óhöpp hafa orðið. En fyrst og fremst er það skylda þeirra sem sinna almannavörnum að koma í veg fyrir að það verði slys á fólki eða tjón á eignum eins og mögulegt er. Og það er meðal annars það sem við erum að fást við hér. Ef að þessi atburðarás ágerist og verður alvarleg, þá er það nú þannig að björgunarsveitarmennirnir okkar, þeir eru nú flestir á þeim aldri að þeir eiga fjölskyldur og börn og það verður nóg fyrir þá að gera og það verður ekkit einfalt að rýma svona svæði eins og þetta byggðarlag, 4500 manns. Þannig að ég er með hugmynd og tillögu til okkar hérna í salnum að ef að þetta fer á versta veg, að þá undirbúum við okkur þannig að við búum til varalið hérna í Grindavík. Vegna þess að það er nefnilega þannig að til dæmis við Inga, við erum með 2 bíla og við erum bara 2. Og svo eru aðrir sem hafa enga bíla og svo er fullt af fólki sem þarf virkilega á afstöðu að halda. Þannig að ég segi það alveg klárt að ef að þetta ágerist svona, þá eigum við að gera það. Þetta tíðkast annar staðar og það er fullt af fólki sem er alveg klárlega tilbúið að leggja hönd á plóg. Ari, þú þekkir nú til svona mála í jarðhræringum og öðru. Hvað finnst þér vera áhugaverðast í þessu? Svona í bili annars vegar að landrisið við skulum segja, rétt norðvesta við Þorbjörn, þannig að segja þá vestan við Grindavíkurveginn, en aðal skjálftarnir núna undanfarna daga hafa verið austan við veginn, það er að segja nær þeim stað sem að gaus á fyrir 2006 til 800 árum þegar hraunið var til sem að Grindavík stendur á. Og hvernig við túlkum þetta saman annars vegar landrisið og skjálftana, það er hægt að gera það með ýmsu móti, það eru meira ágiskanir en hitt, en það er þó vitað það að kviku uppstreymisstaður og svo það sem það kemst upp úr jarðskorpunni, það þurfi ekki að vera sömu staðir. Það höfum við séð í eldgosum, það er ákveðin tilfærsla sem verður. Nú er bara að sjá hvernig þetta verkast og þá skiptir þetta mestu máli að fylgjast mjög vandlega með staðnum sem að landrisið er á fyrst og fremst. Jæja, hvernig fannst ykkur nú fundurinn? Hann var mjög góður, þetta var mjög upplýsandi. Sammála því? Alveg sammála. Hafið þið áhyggjur af þessu? Já, ég get ekki neitað því. Ekki, já, þetta er alvarlegt mál en þetta vonandi verður þetta ekki neitt. Þetta er kannski ekki líklegt. Mér finnst það ekki. En þó? Maður veit aldrei. Nei, maður veit aldrei. Hvað? Já, þú ert kvíðin. Já, ég er virkilega kvíðin, ég get ekki neitað því. Ætlið að
Munið þið gera eitthvað eftir þennan fund? Munið þið undirbúa ykkur ef að það kæmi til dæmis til rýmingar? Ég var nú að tala um það bara í morgun að fara að pakka einhverju smánir í tösku en hann bara... Ég læt hana bara undirbúið. Eins og svo margt án heiminn? Já, eins og allt annað. Þið eru ánægð með fundin? Já, Mjög. Fundur var mjög mikilvægur og algjörlega nauðsynlegt að fá svona upplýsingar. Ég held að upplýsingar séu svona forsenda fyrir að fólk geti bæði sofið rólega og sé þetta svona fyrir sér í heild sinni. Þetta lýsir nú Íslandi vel, þessu landi, eldfjallalandi. Já, við erum búin að ganga auðvitað gegnum ýmislegt síðustu 6 vikurnar. Alls konar náttúruhamfarir og vont veður með slysum. Það var náttúrulega nóg komið og ég vona að þetta sé nú bara að verði ekki meir. En það sýnir nú alvarleika málsins hvað það var mikil mæting hérna í dag. Fannst þér ekki það svona svolítið, já, það var áhugavert að sjá það? Ótrúlega góð mæting, en það sýnir líka bara að fólk tekur þessu alvarlega, vill fá upplýsingar og fyrst og fremst eru upplýsingar það sem mun gagnast fólki og gagnast okkur og öllum viðbragðsaðilum að bregðast rétt við. Eru heimamenn ekkert með svona, já, eitthvað smá áhyggjur af þessu, eða ekki? Já, það eru nú einhverjir sem eru svona aðalega þekki nokkra kvenmenn sem eru orðið svolítið. Já. Þær eru byrjar að sitja í kassa? Já. Ég veit að nokkra. Viðlegu kassa? Já. Ekki þið? Nei, ég vissi ekki sem hvað. Þú fær mestalega nestis kassa með þér út á sjó? Það er nákvæmlega það sem ég ger. Ég tek með mér nestis, með afganga lúðu frá því í gær. Núna. Já, það hefur ekki verið slæmt. Nei. Það er ekki bannað að veiða lúðu? Nei, þetta er ekki veiða lúðu. Nei, ég ætla að segja það meiri þess að veit blaðamaðurinn. Þið megi ekki veiða lúðu. Varst að borða eitthvað ólöglegt? Þetta fer ekkert lengra eða það? Þetta fer ekkert lengra. Þannig að það er bara léttið um mönnum þrátt fyrir svona ólgu í kringum Grindavík. Já. Það er ekki að vona að þessi jarðskjálfti hleypa þess að pressunni og það bara verði bara 1-2 jarðskjálftar og svo búið. Ég held að þetta sé bara að vera búið. Maður vonaði að minnst kosti. Það er ekki gott að missa vatnið og rafmagnið sko, þá er það rosalega sko, ef það færi svoleiðis. Ég held að þetta verði ekki neitt. Það ekki? Nei. Ég held að þetta sé bara að verða búið. Þú er ekki vaknað við... Jú. Já, þú vaknaði við jarðskjálftann í nótt? Ég vaknaði í nótt. Já? Já, ég er svo nálægt og ég er svo ofalega sko. Já. Það er líka fyrst að ég verði að veiða skjálftum sko. Já. Þeir eru alltaf að tala um þetta sko. Ég hef alveg sloppið. Þannig að þú hefur ekkert miklar áhyggjur af þessu? Nei, ekki nokkrar. Ekki nokkrar. Nei. Ég held að þetta hjaðni bara niður aftur. En er ekki eðlilegt að menn svona hugi að þessu og undirbúi allt og hafi allt tilbúið svona hvað eigi að gera ef? Já, ef það kemur, já. Vonandi verður bara Suðurstrandarvegurinn góður sko. Þetta er því sem við segja sko. En ég talað um eitthvað annað í Grindavík, þú veist, fiskurinn hann bara, þú veist... Núna sko. Já, þeir eru að fiska botnir. Já? Já. Þessi ég er að bíða eftir, hann er með 8-9 tonn. Já. Trilla. Já. Jæja bæjarstjóri, lífið heldur áfram í Grindavík, þrátt fyrir ólgu, getum við sagt. Já, sem betur fer þá hefur ekki truflað atvinnulífið hérna hjá okkur en þá verður vonandi ekki. Það eru hérna boltungsfiskar. Mikill afli og veiði, þannig að þetta er okkar undirstaða hér og hefur verið lengi. Búin að vera ótíð síðustu vikur. Já, mjög svo. Ekki gefið á sjó en nú hefur verið að vera yndislegt veður í dag og spáin góð, þannig að nú nota menn tækifærið. Hvað getur þú sagt okkur svona nýjustu fréttir úr gosmálum? Já, ég var á fjölskipuðum fundi almannavarnanefndar áðan. Þar voru fulltrúar frá lögreglustjóraembættinu á Suðurnesjum, Landsbjörgu, almannavörnum, heimamenn hér í björgunarsveitunum, frá orkufyrirtækjunum, Bláa lóninu og fleirum. Upp til 30 manna fundur þar sem menn voru að bera saman bækur sínar. Það er mjög langt komin viðbragðsáætlun sem telur upp undir 90 blaðsíður. Það er ekki til birtingar eða til notkunar fyrir almenning, hún er að sjálfsögðu opinber, en þetta er til þess að vinna eftir. Ef það kemur til þess að það þurfi að rýma, það er líka rýmingaráætlun langt komin. Við vonumst til þess að öðru hvorum yfir helgina verði þetta tilbúið. Það er búið að vera að hitta skólastjórnendur hérna og sem var svona eitt af okkar fyrstu verkefnum. Það er líka búið að ræða við
stjórnendur á Víðihlíð, dvalarheimili aldraðra og þetta eru svona þeir aðilar sem að við auðvitað myndum fyrst beina sjónum að ef að kæmi til þess að það þyrfti að rýma, einhverju leitið öllu, það er unga fólki okkar, börnin í leikskólum og grunnskólum, eldri borgarar og þeir sem eru sjúkir, að hugsa fyrst og fremst þá og svo auðvitað alla hina. Verða þessar áætlanir kynntar bæjarbúum hérna? Já, það er verið að kynntar og ég er eiginlega bara mjög stoltur af því hvað við eigum frábæran og stóran hóp af flottu fólki sem kemur að þessu á landsvísu. Það eru sennilega mjög nálægt 100 mann sem hafa komið að þessari viðbragðsáætlun, uppfærana og á þessum 3 vinnudögum sem linnir eru þá er búið að setja saman þetta plagg og auðvitað var hún til í svona frumútgáfu. Þannig að það er ótrúlegt verk sem búið að vinna. Allir leggjast á eitt. En þetta var svona í ljósi atburða, þá náttúrulega nauðsynlegt að skoða þetta betur og ef ég leyfist að sletta, að rífressa þetta. Já, það þýðir ekkert að draga upp úr pússu sínu nokkur ára gamla áætlun. Það liggur alveg fyrir og það er svo ótrúlega mörg að hyggja líka. Bara varðandi skipulag, akstursleiðir, bílastæði, forgang að svo mörgu. Maður er átt að segja ekkert á þessu fyrir að farið að vinna með þetta. Þannig að það þýðir ekkert að búa til eitt skjal sem á síðan að lifa lengi. Þetta er algjörlega nauðsynlegt að taka þetta upp reglulega. Segir manni það að önnur sveitarfélag þó kannski búa ekki við mikla tíma yfirvofandi, þá er bara gott að vera tilbúin í þetta verkefni. Og svo eru búin að vera skjálftar síðustu daga, en þannig að það eru einhverjar væringar. Já, því miður þá voru skjálftar í nótt af þeirri stærðargráðu að fólk vaknaði við það og þetta veldur auðvitað kvíða og áhyggjum. Það er ekki því að neita sérstaklega nóttu til. Bæði verður fólk meira var við þetta svona liggjandi og vaknar upp við þetta og svo er myrkur og svona, það er eðlilegt að það vekjum kvíða. Við fundum fyrir því í dag. Við erum að vinna því núna að fá Rauða krossinn til liðs við okkur við að vera með aðstöðu hérna til að taka á móti fólki, ekki til þess að fara yfir vísindin og jarðfræðina, það er búið að gera það rækilega. Þetta er til þess að hlúa að fólki, svona sálgæsla og áfallahjálp kannski og við erum að vinna því að opna slíka aðstöðu hérna til þess að hjálpa þeim sem að vilja leita ykkur til svona stuðnings og aðstóðar. En þið haldið áfram ykkar striki í svona öðru leyti og þið eru að fara að vígja nýtt íþróttahús hérna bara næstu dögum? Já, það var svo sem fyrir nokkuð löngu búið að ákveða það. Það gerði það núna sunnudaginn annan, næsta sunnudag. Og það verður gert, þetta er svona lágstendu nótum, þetta er hins vegar stór og glæsileg bygging og mun bæta mjög í þá aðstöðu, þá góðu aðstöðu sem fyrir er. Einhverjir myndu spyrja, eigum við ekki að bíða með að vígja þetta, það verður að sjálfsögðu ekki gert. Þetta er tækifæri til þess fyrir bæjarbúa að koma saman, hittast og hugsa það jákvæða í kringum íþróttalífið hérna og framtíðina. Og þannig að það er bara gleðiefni að við getum glaðst yfir þessu þó að þetta sé drungi yfir fólkinu vegna þess sem að hefur verið að gerast. Já. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Ertu á leiðinni út? Það er alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Ertu að fara í flug? Það er tilvalið að koma með bílinn til okkar í Reykjanesbæ þegar þú fer í fríið. Tjónaskoðun, bílamálun og réttingar, bílrúðuskipti og viðgerðir. Bílbót EHF, Bólafæti 3, Njarðvík. Fyrirtækið Húsagerðin er byggingaverktaki í Keflavík og á aðeins 2 ár eftir í hálfrar aldar afmæli. Það hefur verið eitt öflugasta fyrirtæki á sínu sviði á Suðurnesjum allan þennan tíma. Rétt fyrir bankahrun
kláraði það byggingu hér á háhýsi við Keflavíkurhöfn og núna það bil 10 árum síðar það að ljúka við byggingu annars háhýsis bara rétt hjá. Við hittum eiganda fyrirtækisins Ásgeir Agnarsson og ræddum við hann starfsemina og spurðum út í háhýsagerð við Keflavíkurhöfn. Ásgeir, við erum hérna við Víkurbrautina við Keflavíkurhöfn sem að núna reyndar, það engur bátar hérna eins og voru í gamla daga. En nú ertu búin að byggja hérna 2 háhýsi. Það hafa nú verið ýmsar skoðanir háhýsi hérna við ströndina við Keflavík en þú ert greinilega sáttur við það. Já. Það að klára að byggja hérna hús númer 2. Slökkviliðið fór í vanda þegar þessar teikningar komu það að þeir hefði ekki nógu há tæki en það leystist nú að við fórum á staði þessu. Já. En þið stofnuðu fyrirtæki ykkar húsagerðina, fyrir hvað tæplega 50 árum síðan, ekki? Já, 1972. Já. Og erum ennað í sömu kennitölu. Það magnað. En það er náttúrulega byggingabransinn hlýtur að hafa breyst mikið á þessum tíma. Já. Maður er búinn að sjá margar kreppur upp og niður. Þetta fer alltaf í bylgjum. Það er bara þannig. En hvernig var að starta fyrirtæki á þessum tíma, í þessum geira? Þá var maður bara svo ungur maður. Maður var sett ekkert fyrir sig. Bara henti sér í þetta, bara láta. Fjárfestum fljótt í byggingarkrana og mótum og dýrum mótum. En þetta var náttúrulega erfitt þegar maður byrjaði að við áttum allir eiginkonur sem bara unnu fyrir heimilunum og meðan. Við vorum launalausir í mörg ár. Þegar vorum að byrja. Þetta fór allt í fjárfestingar hjá okkur. Það var bara þannig. En hvernig var umhverfið? Þið voruð alveg í Keflavík á þessum tíma. Hvernig var umhverfið, svona viðskiptaumhverfið og ég meina svona fyrir húsbyggjendur eins og ykkur? Já, þá náttúrulega þá seldi maður tilbúandi tréverk, ungt fólk keypti þetta og við fórum alveg upp í það að byggja 52 íbúðir á ári 1982 og síðan bara tók markarum mjög vel á móti okkur. Við tölum oft það að Bjarni og Hilmar þeir seldu allt fyrir okkur. Fasteignasalarnir? Já, fasteignasalarnir. Og það var ekkert að selja hraðar heldur en Bjarni gat vélritað. Þá var þetta allt vélritað með kaltípapír. En þetta var nú bara gaman. Og svo á kvöldin þegar við fórum heim þá fylltist þessi fjölbýlishús af vinum og vandamönnum, foreldrum og tengdaforeldrum til að halda áfram að við þetta var selt tilbúandi tréverk. Já, og þannig tók fólki við íbúðunum og þá fór það sjálft að gera með vinum og vandamönnum og ættingum eins og þú segir. Og þá fengust ódýrar íbúðir, þá hafði ungt fólk efnaði að kaupa. Nú má ekki, það var alltaf að vera fullklárað alveg með öllum tækjum og það dýrum. Það einmitt vera svona eitt af verkefnum, erfiðu verkefnum í dag að unga fólki á ekki fyrir nýjum íbúðum í dag og þarf að vera að fá ennþá lán. Nú fær það lána hjá pappa og mammu eða og afa. Eða að reyna að safna sig fyrir innborgun en á þessum tíma þá voru húsin alltaf ódýrari og þá þurfti fólk minna lán og þá var þetta kannski auðveldara. Jú, og ég held að kröfurnar hafi ekki verið eins miklar upp á greiðslumat eins og í dag. Nú bara eru bankarnir brenndir og þeir vilja bara hafa bæði belti og axlabönd og það bara ekki lánað eins vel eins og áður. Það bara þannig. Hvað með tæknina á þessum árum? Auðveldara fyrir ykkur að byggja hús í dag? Það orðnar miklu meiri svona kröfur á öllum hlutum. Það þrefalt gler í öllum þessum húsum hérna. Það eru timbur gluggar. Áður smíðum við okkar eigin glugga í öllum þessum blokkum, Heiðarhvammi, Heiðarbóli. Þetta var vetrarverkefni á verkstæðinu hjá mér. Nú þurfa menn betri glugga og svona. Þannig að það ýmislegt svona sem orðið miklu dýrara. Það nú bara þannig. Meiri kröfur allar hljóðeinangrun og hljóðvist og allan pakkan. Og svo náttúrulega það að klára íbúðuna að öllu leyti. Það náttúrulega fólk gerir ekki neitt þegar það kemur. Man setur þvottavél og þurrkar í þetta til þess að það þurfi ekki að fá iðnaðarmann til að tengja þvottavél og svona. Það bara þannig. Það flytur bara inn með rúm og kaffivélina og fer að sofa? Já.
Þannig það bara. En nú ert þú með þinn fyrstu hérna að byggja við sjávarsíðuna í Keflavík og þú byggðir fyrra húsi hérna rétt fyrir það lit sem hrunið að koma. Er það ekki? Já, jú, ég átti, húsið var fullbúið þegar hrunið lenti á en ég var rétt nýbyrjar að selja. Já. Hver reynsla fólksins að búa hérna við sjóinn og nú alls konar veður í gangi og ekki síst í vetur og hvernig þetta gagnvart því? Já, sko það hefur ekki verið nein hreyfing á fólki hérna á Víkurbraut 15. Já. Þannig það allir sáttir. Ég held að það segja svolítið, sko. Já. En hvernig eignustu þessar lóðir? Voru aðra hugmyndir þegar þið fenguðu þessar lóðir? Já, við erum búin að eiga þessar lóðir í einhverja áratugi, sko. Það var uppalega átti þetta að vera þjónustusvæði fyrir útgerðin í Keflavík. Ég átti að vera þjónustu bíl hérna niður á höfninu fyrir veiðarfæri og beitningarskúra og annað þegjulíkt. Einu verslunarhæð upp á götu, þessar teikningar eru til, gerðar af Kjartani Sveinssyni. En það munaði litla við hefðum framkvæmdir í þessu en hvað stoppaði það? Skömmur síðan þá bara var all útgerð frá Keflavík. Það var engin þörf á þessu þjónustuhús sem við útgerðum. Nei, þannig að þetta hefði orðið bara einhver draugahús. Þannig að það hérna. Og hvað? Svo var það Ormar Þór, arkitekt bara teiknar allt fyrir Hitaveitu Suðurnes sem við vorum að vinna fyrir Hitaveituna að byggja fyrir út í Svartsengi og þá vildi Ormar Þór endilega fá að vinna fyrir okkur eitthvað og teikninga fyrir okkur. Og við hugsum okkur hvað við ættum að láta hann gera því Kjartan Sveinsson teiknaði nú eiginlega allar okkar blokkir. Svo við fórum með hann hingað niður til og sýndum hann þessar lóðir og þetta var afraksturinn af hans vinnu og þannig og við vorum bara mjög sáttir og hentu okkur í þetta og þá ákváðum við bara að þetta væri sérstakur staður. Þarna væri nú ekki endurtekið svona lóðir hér. Þannig að við bara tókum þá stefnu að bara gera þetta mjög vel og setja í þetta bara dýra hluti og vanda þetta á alla hátt eins og maður hefði viljað gera þetta fyrir sjálfan sig. Og það var ekkert, þannig að svo verður maður bara að toppa síðasta hús hér, það er bara ekkert verið sér. En þú klárar allar íbúðir hérna alveg upp í topp og með gólfvefnum og öllum tækjum og öðru. Já. Þannig að þetta er svaka breyting frá því sem var. Já, það var það nú sko. En mér finnst ekki hægt að setja í innuhurðarauður svona gólfvefnum sem ég kom inn. Þetta finnst mér svo voðalega mikil skekkja þegar menn að selja íbúðir án gólfvefna en með hurðum. Það fyrsta sem ég myndi gera er að taka þær úr til að geta sett gólfvefni á svona góðan hátt. En þetta kostar þá náttúrulega miklu meiri í dag. Þetta hljóta að vera dýrar íbúðir þegar þetta ekki? Þetta eru mjög dýrar íbúðir. Já. En það er náttúrulega, maður fór alla leið eins og maður segir. Gerði þetta á þann hátt sem maður taldi best. Já. Og hvað eru þessi kaupendur að hugsa? Þeir eru að losna við viðhald í húsunum og í görðunum og það er að fá útsýni og skemmtilegheit. Jú, það er útsýni. Þetta eru mjög rúmgóðar íbúðir. Þetta er sko 4 herbergja íbúðir sem er konar 132 fermetrar. Þetta er svona með því stærra sem hún sér. Og í fermetrum miðað við herbergjafjölda. Þannig að þú ert brattur að bjóða hérna flottar íbúðir við Keflavíkurhöfn? Já, ég verð að vera það. Annars verður þetta ekki þetta. Er þetta þau verk sem þú ert stoltastur af á ferlinum eða er eitthvað frá því í gamla daga sem þú ert ánægðari með? Já, þetta er náttúrulega tvímælalaust vandaðasta íbúðarhúsnæði sem ég hef gert. En maður var náttúrulega mjög stoltur af eins og fyrst í Mjölnismiðjunni í Helguvík sem við gerðum bara á 6 mánuðum og ímyndilegt svona safnaðarheimilinu í Keflavík. Gríðarlega flott. Já. Þetta er svona, það eru flotta byggingar sem maður hefur gert. Það vantar ekki. En þú ert búinn að vera með rekstur í tæp 50 ár hérna í Keflavík og nágrenni. Hvernig upplifir þú svona bæjarfélagið í þessu öllu saman? Ég upplifði það vel. Ég var ekki hérna ef ég upplifði það ekki vel. Þá hefði maður flutt sig inn í Reykjavík eða eitthvað ef maður hefði verið. Ég er alveg sáttur hér. En það er svolítið sérstakt þegar maður horfir út hérna úr einni íbúðin hjá þér. Þetta er glæsilegt útsýni. En eini báturinn sem er hérna í Keflavíkurhöfn er lóðsinn. Það er svolítið sérstakt. Það er það. En þetta er rosalegt líf og fjör hérna þegar makríllinn er hérna. Það er mjög gaman að fylgjast með þessu hérna.
Þú ert með hann í beinni útsendingu hérna í nokkrar vikur. Já. Mikið fjör. Þá geta menn sest hérna út með kaffibollan sinn og fylgst með löndum. Já. Það er mikið líf og fjör. Leið og við þökkum fyrir áhrifið minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum í sjónvarpi, í blaðaútgáfu og svo rekum við 2 fréttavefi. Blaðið okkar fagnar 40 ára afmæli á þessu ári. Því dreift inn á hvert heimili og í fyrirtæki á Suðurnesjum. Víkurfréttavefurinn með nýtt efni á hverjum degi og sömuleiðis golfvefurinn kylfingur.is. Þennan þátt og eldri þætti Suðurnesja Magasíns getið þið séð í snjalltækjanum ykkar eða tölvinu á Víkurfréttavefnum. Njótið vel og takk fyrir okkur. Sjáumst í næstu viku.